Hér erum við með 3x deilt með 2 pluss 15 jafnt og 5. Við erum ekki vön að skrifa deilinguna með þessum hætti eins og hérna. Þannig að ég ætla að skrifa dæmið upp á nýtt með hefðbundinni deilingu sem við erum kannski meira vön. 3x deilt með 2 pluss 15 jafnt og 5. Nú, það fyrsta sem ég vil gera er að losna við þennan tvist. Og það sem ég geri er, ég geri öfugt við þessa deilingu hérna. Ég margfalda með 2. Því við það dettur þessi tvistur út hérna og eftir stendur þá bara 3x, deilingin er það farin. En gættu þið núna, vegna þess að ef ég margfalda hérna með 2 til þess að losna við tvistinn, þá þarf ég að gera það sama við alla liðina. Sem sagt ég þarf að margfalda 15 með 2, ég þarf líka að margfalda 5 með 2. Þannig að þegar ég er búinn að margfalda hérna með 2 hér og hér og hér, þá stendur eftir 3x pluss 30 jafnt og 10. 2 sinnum 3 er nefnilega 6 og það deilt með 2 er 3x. 2 sinnum 15 er 30 og 2 sinnum 5 er 10. Deilingin er þá farin. Þá ætla ég bara að koma x-tölunum öðrum megin og venjulegu tölunum hinum megin. Og ég ætla að hafa x-tölunar hérna vinstra megin, þannig að 30 verður að fara yfir hinum megin við samsamerkið. Og við það breytist það úr pluss í mínus. Svo reikna ég hérna vinstra megin og reikna út hérna hægra megin. Það er ekkert hægt að gera hérna vinstra megin, þannig að ég reikna þá bara 10 mínus 30. Sem verður þá mínus 20 hérna, hægra megin við samsamerkið. En vinstra megin stendur 3x. Ég vil ekki hafa þennan þrist, ég vil losna við hann. Og tókst eftir hvernig ég losnaði við tvistinn hérna fyrir neðanstrikk. Ég gerði akkurat öfugt í deilinguna, ég margfaldaði. Hvað er þá að gera við margfaldurina hér? Jú, ég ger akkurat öfugt, ég deili með 3. Þannig að þessi 3 deyja eða detta út, en ef ég ger eitthvað öðru með samsamerki þá þarf ég að gera það sama hinum megin. Þannig ég deili með 3 þar líka. 3 deilt með 3 er þá 1, þannig að hér stendur 1x, en mínus 20 deilt með 3 er mínus 6,666666667, svo í námundi. En það er miklu betra að skila svarinu sem almennubroti. Þannig ég ætla að skila svarinu x er jafnt og mínus 6 og 2/3.